Komið sæl og góðan dag og verið velkomin í það sem við kallum helgistund eða helgispjall meina ég, ekki helgistund en það samt svona hátíðlegur bragur þegar maður fær gest til sín sem mann langar einhvern veginn til þess að forvitnast og líka læra af til mín komin ansi mögnuð manneskja Ragna Sigrún Sveinsdóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Og ég hef nú hitt þig svona á ögur stundum í lífinu, einmitt á siglingu. Siglingu. Já. Þar sem við sátum á Breiðafirðinum og ég var í miklum öngum mínum og þú sérð svona til, þú sérð náttúrulega vítt heim og hefur ferðast, þú ert leiðsögukona, leiðsögumaður, kennari, lektor emerita í frönsku í háskólan og hefur ferðast, víða land, víða heim og sérð svona dálítið, ert með mörg sjónarhorn, myndi ég segja. En mér fannst eins og væri líka með svona einhvers konar völvu sjónarhorn líka, allavega þegar þú gafst mér góð ráð. En við ætlum nú ekki að ræða það, heldur langaði mig til þess að spyrja þig fyrst út í pælingar þínar svona uppruna skapgerðarinnar eða svoleiðis. Já, hvernig maður mótast. Já, hvernig maður mótast af því að við eigum sameiginlega vinkonu, Guðrúnu Tómasdóttur undir Eyjafjöllum, skógum og sem náttúrulega alveg einstök manneskja og hún hefur, það er líka gegnum hana og hún vísar svo oft í þín orð til dæmis eins og keltana. Já. Og þú ert ættuð annars vegar undan Eyjafjöllum. Já. Holti undir Eyjafjöllum. Já. Mamma þín alveg stórmerkileg kona sem að skrifaði skemmtilega Já, það má segja það. Hún hefði nú mátt skrifa meir og gefa meir út. Já, það er nefnilega það. Hún hefði mátt skrifa meir. Já. En hún flyst undan Eyjafjöllum norður í land og þannig að þú ert með þessa svona tveggja sýslu sín skýra og hefur verið að bera saman dálítið. Alveg frá því að mann fyrst eftir mér. Bera saman þessi, Norðurlandið og Suðurlandið. Og Suðurlandið, hvernig fólk hugsa. Getur þú byrjað aðeins á að svona, ég veit ekki annað hvað maður að segja. Hvers konar vísindi þetta eru? Þetta er mikil vísindi. Þetta er ekki svona þitt sérsvið, en þetta er þitt áhugasvið. Já, bara maður ólst upp á mótum tveggja heima þarna, sko. Mamma svona 100% rangeyingur og skattfellingur með sinn sérstæða framburð, talaði samt góða íslensku, myndi ég leyfa mér að segja. Mikil kelti og svona þar að leiðandi með mjög fínar skynjanir og næm og glögg alveg eins og ég veit ekki hvað. Andspænis Norður-Þingey sýslunni þar sem fólk var málefnalegt og sagði ekki fleira en nauðsyn krafði. Hún hins vegar gat eitt mörgum orðum ég að segja lítið alveg öfugt við fólkið heima sem að sagði bara það sem þurfti að segja og punkt á eftir. Það sagði Tór Vilhjálmsson, frændur okkur í Þingey sýslu, Ragnar mín, þeir tala ekki nefnir að hafa eitthvað merkilegt að segja, þessa milli þegja þeir. Og það er svolítið til í því. Já, og þannig að pabbiðinn er norðlendingur. Hann er, og þar á ég mjög djúpa rót, sko, í norðursýslunni. Á Víkingavatni Keldukverfi. Já, það er sko allavega frá fyrstu manntölum, það var alltaf bara maður, það er alltaf sama fólki. Þetta er fjórði staður á Íslandi sem lengst búsetta hefur varðveist á. Já. Enda fallegu staður. Já, þetta er ábyggilega mikil kostajörð en var alltaf erfið og það þurfti mikið til að erja hana, sko. En það var þarna allt sem fólk þurfti í þá daga. Rekaviður, útræði, silungur í vatninu, eggin í hólmónum á vorin, dútnin og svo framvegis, grösin í heiðinni og allt saman það, sko. En þú þurftir að hafa orku í að erja jörðina og meðal annars var eitt af mestu landgæðum jarðarinnar voru góða engjalönd og stór hluti af sveitinni heima Keldukverfinu naut góðs af öllum þessum engjum í kringum
vatnið. Já. Þannig og föðurbróðir þinn, pabbi þinn Sveinn, bóndi á Víkingavatni, föðurbróðir þinn Þórarinn Björnsson, skólameistari á Akureyri, það ekki? Jú. Sem var nú svona þjóðþektur eða þjóðþektur. Á sínum tíma. Hann þýddi Litla prinsinn og hann svona kom, má ekki segja, hann hafi svona komið franskri menningu svolítið til landsins. Það er mikil áhrif á Pál Skúlason og fleiri. Heimspeking hann kemur með svona heimspekilega franska hugsun inn í menntaskólan og hafði áhrif á marga. Já. Var það í gegnum hans sem að þú Ég hugsa það nú alveg örugglega einhver áhrif, sko. Ég man eftir sjálfum mér alltaf upp að Háalofti heima ef ekki var eitthvað að vera þá staðst ég upp á Háaloft. Þar voru fullt af kistum, fullum af bókum og þar voru koffort frá námsárum frændfólksins míns og þar komst ég bækur á ensku og þýsku og dönsku en svo voru kisturnar stóraðans frá París og það skildi ég ekki orð latína og franska og við þar kistur verði að segja stoppaði ég mest og starði bara á dýrðina og fletti og skildi náttúrulega ekki neitt og það var mér held ég hvati að því að fara út að reyna að fá einhvern botn í þetta alls saman. Geta lesið þennan bækurnar í kislinu. Já, og ég var einmitt að hugsa það, ég lendi í því einn vetur að ég var alltaf send niður á Costa del Sol til að vinna við íslenska ferðamenn á vegum Útsýnar og einhver var að segja við mér en þú talaðir enga spænsku. Nei, hún kom nú eiginlega bara fljótandi til maður. Því veturinn áður var ég að læra fornfrönsku, það er að segja fornfrönsk málvísindi og við lásum fornfranska bókmyndir á fornfrönsku, takt eftir. Og síðan hafði ég verið þann saman vetur að læra latínu og latneskar bókmyndir, ítölsku og náttúrulega frönsku og franska bókmyndir þá. Og franska málvísindi. Og heilin á þér hefur einhvern veginn náð að gera einhverju summera upp þar og breyta þessu í spænsku. Það kom einhvers konar spænska sem að mér skosti bílstjórarnir mínir og samtalsfólki skildi. Og kom mjög auðveldlega, sko. Já, maður svona skildi orðstofna og Þú ert ekki að víla fyrir, þú svona stekkur af stað. Já, ég víla fyrir mér, en ég hef samt einhvern veginn myndist vera skilið það að maður verður stundum bara að láta sig hvína út í djúpulaugina, sko. Það er bara þannig sem maður kynnist sjálfum sér og tilverunni, sko. En er það, ef við förum aðeins í keltan aftur þarna og samanburðin, sko, að því að mér finnst mjög gaman að við leifum okkur að stökkva fram og tilbaka svona í frásögninni, það er svo yfirþyrmandi að ætla að kynnast einni manneskju, það er að segja svo spennandi það er svo margar dyr og það er svo margir þræðir, þannig að maður verður svolítið svona bara að fara fram og tilbaka. En ef þú hugsar, segir okkur aðeins meiru þannig að samanburð, er þetta að láta vaða og láta sig hvína eða hvað þú segir, er það þetta keltneska einkenni? Ég held að sé nú kannski bara einhver áhrif að því að vera að blanda þessu tvennu. Maður það náttúrulega vist þrek og þor að láta henda sig svona. Ég er stanslaust að láta íta mér út í eitthvað sem ég aldrei ætlaði að gera. Ég er búin að lenda svo oft í því í tilverunni en ég hef alltaf komið að mér finnst vera miklu ríkari út úr því í merkingunni að það er í raun og veru ekki nema við það að takast á við eitthvað, spreyta sig á einhverju nýju og framandlegu sem að raun og veru kynni sjálfum sér og sínum eiginleikum og ég man bara þegar ég var að kenna í réttarskóli í gamla daga og það þurfti náttúrulega ofta að svara náttúrulega snarlega fyrir sig til að láta ekki kveða sig í kútinni, ég var eiginlega minni en flestir nemendurnir og þá kynntist ég því að ég gæti alveg svara fyrir mig, annars hefði ég aldrei haft held ég hugmynd það að því ég nota það ekki mikið daglega, sko. Og þá bara með eiginlega svo kallan kjaftátt? Já, það er eitthvað þannig, sko, ég hafði eitthvað verið út í Austurríki að sumarlagi og síðan hafði systir mín verið flugfreyja og ég var alltaf að skipta föt og þau voru honum öndi að minnst að eitthvað af fötunum mínum var frá Austurríki og þá kemur ég á einhverju nefndum, er þetta líka frá Austurríki, Ragnar? Og þá sagði ég, nei, Himnaríki og það kom mér mjög óvart þetta svar hjá sjálfum mér, Himnaríki. En hvernig skilgreinur þetta
keltnesku, sem sagt þetta hugmyndur það að í genastofni eða hvað er það, í genetík Íslendinga allir séu meiri keltnesk áhrif heldur en norræn. Mér finnst okkar samfélag litaðara af keltum heldur en skandinavum og ég fekk mjög gott tækifæri til að bera svona daglegt líf skandinava og kelta saman þegar ég var í 12 ár út í Fraklandi og svo til öll jól í Danmörku alltaf og síðan var ég í London alltaf páska og kannski líka oft þar fyrir utan var ég í Englandi og síðan bjó ég í Fraklandi og uppistöðunar í þjóðarveg Frakka, það eru keltar og keltnesk menning. Það engin tilvíðun að París tískuborg hvað maður segja, háborg tískunar í veröldinni en það einmitt típist fyrir keltana, það þetta mikla fegurðarskyn og þessi listræna sköpun og ég myndi segja til hérna á Íslandi öll þessi bókiðja alveg frá miðöldum og bara tónlistarsköpun og bara okkar listrænu hæfileikar ég verð að segja að það ótrúlega mikið af listrænni framleiðslu hjá okkur. Já. Og ég til dæmis var að ræða með einhvern Tékkland og Prag og ég segi að þetta náttúrulega keltar og segi, því segirðu þetta ég segi, ég sé það á öllu sérðu, hvernig getur þú séð það nú bara þessi yndisfagri byggingar stíl hjá þeim og bara vísindamennirnir þarna á milli stríðs, hvað sem að milli árum stríðana í milli stríðsárana og bara láta sér þetta í hug til að bók óbærilegu léttleiki tilverunar hjá Kundera það eitt af einkennunum og ég tala nú ekki ef maður les bókina eða sér bíómyndina þá sér maður þennan prakkarahátt sem að keltarnir geta staðið fyrir svo auðveldlega svona léttleiki og það eiginlega það sem ég segi oft að gerir það að verkum það getur verið mjög gaman að búa finnst mér á Íslandi þrátt fyrir allt vegna þess að það þessi léttleiki og sköpun og getur maður sagt svolítið gleði yfir tilverunni aftur á móti myndi ég segja oft að haustsálir germanana sem að þurfti að undirbúa sig til að geta lifað langan vetur og þar leðandi mjög hvað maður að segja svona alvörugefnir og ekki með neinn auka hvað maður að segja snúning ekki með neinn prakkarahátt alls ekki og þetta sá ég líka svo sérstaklega vel í rútunum hjá mér alltaf maður hefði haldið að norður og suður þjóðverjar það var búið að segja mér að það væri eins og 2 mismunandi þjóðflokkar og ég hlustaði bara mátulega mikið á það en þegar ég fór að umgangast á Holt og Bolt þá sá ég þetta að sko ef eitthvað kom upp á í ferð, einhver brotnaði á ökla eða sneri sig á úlið eða eitthvað og það var alltaf norður þjóðverjarnir sem voru komnir upp að hliðina á manni 1 og 2 og 10 til að spyrja hvað þið getur gert til að aðstoða meðan að suðurfrakkarnir þjóðverjarnir miklu líkari frökkum í skaplindi alveg bráðskemmtilegir ægilegir prakkarar og óstundvísir og það fyrsta sem þeir gerðu ef þeir sá eitthvað próblem einhverstað það var að koma sér í burtu en norður þjóðverjarnir komu til þín og til að aðstoða þú segir sko það svona og ég gat aldrei gert upp á milli norður og suður þjóðverjum en þóttum væntum hvort hollið fyrir sig sko En sérðu þennan þá svona svipaða greinamun á milli móðurfólksins síns undir Eyjafjöllum? Já, sömuleyti, já. Og það norðurfólksins? Að suðurfólki sé þá með þessi keltnesku genríkjandi eða þannig? Já. En norðanfólkið meira... Svona málefnalegt og þungt á bárunni og ekki eira allt á mörgum orðum að einhverju sem ekki eru þá nauðsynleg. En þú nefndi líka einhvern tímann skipulag í þessum ferðum eða mismunandi afstaða þú nefnir að keltar sér óstundvísir með keltan sko andspænis til dæmis engilsöxum ef við tökum nú bara engilsaxa og kelta
að enginn sagt að sér maður sko voru alltaf alveg ægilega duglegar að hamra, hefla, saga, skrúbba, skúra en líka skipuleggja. Og þegar þeir voru búin að skipuleggja og hafa verið búinir að því í gegnum tíðina, þá byrjaði þeir að stjórna öllu. Já. En keltinn með allar hugmyndirnar, allar sköpunina, allar listrænu tilfinningarnar og bara heimspekin og vísinda heilana líka. Finnst mér alveg rosalega mikið. Sem ekki hægt að setja í neitt ákveðið form, sem raunverulega sprengir af sér svona formgerðirnar. En þeir hafa bara ég segi stundum elsku hérna keltana mína, þeir hafa aldrei getað hvorki skipulagt sjálfa sinni í aðra og því síðu stjórna sjálfa sinni í öðrum. Og hérna, það svona, maður sá það svolítið á Írlandi þegar ósköpin gengur þar yfir á síðustu öld að stjórnleysið sko á svo mörgu, hvernig þeir voru svo miklu anarkistar einhvern veginn og hafa verið það gegnum tíðina ef maður skoðar sögu þeirra, þá sér maður svo að þeir hafa nú alltaf tapað öllum orrustum, það alltaf vitað til þess að þeir hafi nokkuð tímann geta unnið orrustu meðan að Rómverjar og Germanir þetta voru praktíska þjóðir og vissu til hvers þeir voru að berjast, þeir vildu lönd. Það voru keltarnir svolítið búin að gleyma. Keltarnir voru miklu bardagamenn en vissu ekkert alltaf alveg endilega fyrir til hvers þeir voru að berjast, svona gróft sagt. Já. En það það sem hefur gerst með keltarna þó að þeir hafa alltaf yfirleitt undir okast í pólitískum skilningi, þá hafa genin þeirra alltaf flotið upp í þjóðfélagunum. Það eru svo oft keltnesk gen sem skreita samfélögin. Og það sem vinur minn sagði þarna jólin í fyrra þegar hann fór að fletta upp öllum þeim sem hefðu gert garðinn frægan í Rússlandi, þetta voru allt Úkraínumenn en Úkraínumenn eru frægir fyrir að geta ekki stjórna sjálfur sér og ég segi En eru Úkraínumenn keltar? Já, ég held að þurfi ekki að spyrja því ég held ekki sko. Þannig að þú sérð þessi keltnesku svona áhrif eða hvað að segja, keltneska svipmót einkenni einhvern veginn, já. Það segja það sko, frandi minn, Bergur Ebbi, hann löngu búinn að þakka mig fyrir að hafa sett keltnesku glerugun á nefið á honum. Hann nefnilega hann að sjá allt mögulegt svona. En Bergur Ebbi nú svolítið þá keltneskur eða hvað? Já, viss að vísu, já. En hann með þessa blöndu þá kannski eins og þú norður og suður? Já, en býta aðeins, já, alveg örugglega hann það, en hann líka úr Dölunum. Og þar alveg magnað fólk. Það eru keltar. Já. Og þetta afmann sem var bóndi í Dölunum, hann var sko algjör encyklopedía fyrir mig og ég vildi fá einhverja nákvæma útilistun á mismuni á bara grískri, rómverskri og norrænni goðafræði. Þá gæti ég bara flett upp í honum eins og ekkert væri sko. Hann var svona algjörð, hvað segir maður, encyklopedía. Og ég segi alltaf að Bergur hefur mikið af því sko. Já. En sko keltnesk goðafræði. Já. Hún svolítið... Hvar finnum maður hana svona? Hún var lítið til heildan. Vandamáli hjá keltum var að þeir skráðu aldrei neitt upphaflega. Þetta þeirra fræði fóru öllu gegnum drúirdana munnlega til þeirra sem drúirdarnir þjálfuðu sérstaklega í því munnlega að taka við menningararfinum. Já. Þannig að lengra aftur sko svo lítið skráð hjá þeim. En getur ekki verið að það hafi verið skráð en að því þeir töpuðu stríðunum að þá hefur þeim skjalasöfrum einhvern veginn verið kannski það kann að vera eða eitthvað svoleiðis. En fyrst og fremst var þetta vegna þess að þeirra þekking og viska sem öll var nú meira og minna tengt magík eða göldum og töfrum. Já. Að það fór frá munni til munns og keltnesk menning þekkt fyrir það. Að þar... það þá líka við svona eins og launungamál eða þar að segja að þetta svona eitthvað sem að fer líka milli þeirra sem þeim treyst fyrir þessari þekkingu? Já, það virðist hafa verið þannig sko. Það auðvitað vissir guði sem vitað en svona heildrænt þá má ég segja
að það mjög sjaldan talað keltneska goðafræði. Og ekki áhrif frá þeirra goða hugsun inn í okkar slitróttu goðafræði? Vafalaust myndi ég halda að það væri. Það nokkuð en alveg öruglega. Þegar núna einmitt var að koma út bók fyrir jólin og Ingunn Ásdísardóttir tók viðtal við hennar. Já, ég ekki búin að komast í hana. Nei, það svo spennandi, það raunverulega jötnarnir, hún einhvern veginn að sýna fram á hvað þeir var svona ákveðin misskilningur, þeir voru svolítið skrifaðir eða smættaðir. Já. Ég ætla nú ekki að hafa þessa kenningu eftir með Já, þetta að lesa þessa bók, en ég heyrði viðtal við hann, svo ég veit svona sirka hvað en ég var aðeins að hugsa hvort að þetta gæti eitthvað tengst, að þessi drúita menning eða svona tengslin við, að því þetta mikil tengslu jörðin það ekki hjá drúitum alltaf. Mjög mikil. Helgihaldið er undir berum himni. Og vatn var mjög, og tré og runnar og guð maður vita hvað ekki, þetta var allt lifandi í þeirra vitund og goðafræði, sko. Ég til dæmis komst að það voru túristi eða ferðamaður frá mér sem bendi mér á að sá að ég var með stórt reyniviðartré við innganginn í garðinn minn og þá sagði hann, þetta er alveg frábært. Þetta er heilagt tré og vendar þig frá öllu illu að hafa þetta við innganginn hjá þér. Og ég hafði náttúrulega aldrei vitað neitt þetta. Og þetta kom beint úr drúita menningunni, já. Og í garðinum hjá þér eru margir fuglar, það er eiginlega í Þingholtunum þá heyrir maður sem ef maður gengur í Þingholtum þá er alltaf mesti fuglasöngurinn í þínum garði. Já, við gefum alltaf að borða og það gengur stundum mikið á. Og í garðinum, ekki reyndar í mínum eigin, en sem hvelfist þó yfir að mestuleyti garðin hjá mér, pínulítinn garð, en það er bara eins og laufskálasöfnin, því þar eru 3 af 5 eðaltrjám Evrópu. Nú. Já, þetta er orðið sögulegur staður nefnilega. Það vantar bara linditré og eik. Þarna er elst og hæsta beikitré Íslands, elst og hæsti Askurlandsins og einn allra hæsti og limfegusti hlynur landsins. Og öll komin á annað 100 ár, sko. Já. Það er eins gott að ekki að komist ekki einhver skamsýt skipulagsfræðingur og byggi þarna stórhýsi. Já, guð, já. Því var bjargað á síðustu stundu fyrir svona 25-30 árum, þá hefði það alveg getað orðið. Það vantar kannski svolítið keltnesk gen í suma skipulagsfræðinga. Já. Þeir eru svo praktíski, sko. En svo eru aðrir, svo koma keltagenin og segja, nei, bara eins og þegar Bernharðstorfan var venduð og svo framvegis og ekki setja hraðbrautir gegnum grjótaþorpið eins og átt að gera og allt saman það. Það komu menn sem höfðu þetta fína full keltan, sko, og sá að þetta var einum of. Þá fer mann að hugsa álfa og huldufólk. Já. Er það ekki svona einhver tenging við Eyjafjöllin? Já, Eyjafjöllin náttúrulega, já. Jú, hún var að segja það. Ég náttúrulega var svo ægilegur prakkari sem leiðsögumaður. Ég var leiðilegt að segja draugasögur og álfa og huldufólkssögur. Svo leiðis að ég sagði bara einhverja eina svo leiðinlega huldufólkssögur, þannig að enginn byrði með aðra. Og eins var það eiginlega með draugasögurnar. Ég sagði þeim eina á einni hringferð, sko, svo þau fengið aðeins að vita það. Þá sagði ég bara frá djáknanum nei, ekki djáknanum, heldur frá hvarfi sér Odds og Miklabæ. Já. Það er gott að veit. En í sjálfriðir, í sjálfriðir, hvað er, sko, finnst þér þú þá að vera bara með blönduna af, ertu blönduð? Ég myndi segja það, já. Ég myndi segja og hvernig lýsir þá í sjálfur, ef þú ert að lýsa sjálfur annars vegar sem út frá keltnesku genunum og hins vegar út frá hvað er hinn genin? Norrænu, ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég held ég geti varla sagt hvernig það kemur saman í sjálfum mér. Nei, ekki hvernig það kemur saman, en ef þú ættir að greina það, væri með eyðublað og ættir að erðafræðilegt eyðublað og ættir að lýsa bara að gefa stikkorð yfir hvernig þetta kemur allt múin út. Já.
Já, ég hef nú greinilega góða greiningahæfileika. Ég sé það á því öllum þeim prófum sem hefur tekist að fara í gegnum ævina. Maður hafa meira og meina reynt mikið á. Og hefur ánægju af sko andlegum áskorunum eða svo leiðis að lærdómi já, og átt gott með að greina, held ég. Það myndi ég segja að væri, ég veit ekki hvort það er nefnilega endilega bara keltnest, en það er ég átt auðvelt með. Og ég veit ekki hvað ég á eiginlega að segja. Allavega var ég að sumu leyti lík móður minni en líka ólík, sko. Voru vissi þættir sem fyrir aumingja mömmu voru mjög framandlegir hjá mér, sko. En svo móðursystir mér sagði við mig einhvern tíma, það eitt er víst að þú bæði fyrir þú bæði, hvað sagði hann, utan og innan og ofan og neðan við allt sem mamma getur skilið. Og það var svo til í því svona vissum sviðum. Já. En var hún, fannst þér, sko, var hún eiginlega bara með svona ríkjandi Hún var mjög mikill kelti, mjög mikill kelti. Og hvernig var hún þá svona? Hún er sem sagt dóttir séra Jakobs, Óskars Lárussonar, prests í Holti undir Eyjafjöllum og skólastjóri. Hann var skólastjóri héraðsskólans á Laugavatni. Já. Og mamman er Sigríður Kjartansdóttir, ég er hérna með með allt saman. Já. Og hún, ef þú myndir lýsa mömmuðinni svona aðeins út frá þessu keltneska elementi? Já, hún las í hluti mjög hratt og örugglega, eitthvað sem maður bara venjulegt fólk sá ekki, sko. Og hún las til dæmis í himinin, veðurspáin sagði eitt af morgunlagi, en mamma leit á himinin og sagði nei, sko, þetta stenst ekki. Og það passaði yfirleitt alveg það sem hún sagði. Og pabbi trúði alltaf veðurspáin og ekki mömmu og fekk marga dembu og í heiflekkina sín og annað fyrir vikið, sko. Þegar hún las, hún var mjög glögg líka á fólk svona og eðlisupplag hjá einstaklingum og hún var svona nösk. Og þegar ég bjó út í Fraklandi þá átti ég vini sem bjuggu við hliðina á mér. Maðurinn var norrænn og konan var frönsk. Og hún var svona nett og lítil og hann var aftur á móti hávaxinn og svona bara ljós og eins og norrænt fólk oft er. Og hann var á köflum alveg guðdómlega fattlaus. Það var alveg ótrúlegustu hluti sem gátu farið fram hjá honum meðan það var ekki það til sem að hún fattaði ekki konans. Svo einhvern tímann rennur það upp fyrir mér að í raun og veru séu þau eins og lauftré og bartré. Þú veist, bartré hafa svo langar og þolinmóðar og fáar greinar en aftur á móti lauftrén svo krispi, ef maður má segja svo, svo brothættar og margar fína greinar í allar áttir. Og þá bara allt fannst mér að skilja hún er sko lauftréskerðin og keltamegin en hann aftur Skandinavinn með þessar löngu þolinmóðu greinar, sko. Og náttúrulega mjög þolinmóðu því að hann fattaði aldrei helmingina því sem var að skegja í kringum hann. Ég lét ekki trufla sig þá, hann hefur meira bara haldið sínu, haldið sínu beinu línu. Já, sínu beinu línu. En myndirðu segja að þetta væri oft, sko, er þetta frekar svona happasælt í ástarsamböndum að það séu lauftré og bartré saman? Ég held að bara óhjákvæmilega geti það alltaf öðruvísi verið, sko. Það væri ekki gott að vera tvö svona krispi lauftré. Er það ekki gott? Ég held ekki kannski. Ég veit það náttúrulega ekki. En ég held að sé sumuleyti á ég mjög erfitt með að sjá mömmu við hliðina á einhverjum sem hefði verið jafn naskur og hún var sjálf, sko. Það er verið mikið einhvern veginn. Nei, ég segi svona, ég kannski á ekki að segja nema mjög lítið þetta. En leið henni vel, sko, fyrir norðan? Náði hún einhvern veginn sko, mamma var alltaf útlendingur og sá alltaf allt með augum utanakomandi mannesku og kenndi mér mjög margt merkilegt Norður-Þingeyinga að minnsta kosti, já. Hún sagði alltaf þá
þeir láta yfirleitt ekki mikið yfir sér Norðurþingeyingarnir en mikið svakalega standaði vel fyrir sínu þegar að þeim komið og bara mjög mikla virðingu fyrir fólkinu heima og fannst yfirleitt vera svo hátt menningastig á því og bara svo mikla manneskjur gerði það. En ég tók eftir hún fór aldrei í heimsókn neins staðar nema henni væri sagt að hún var í boðin sko. Hún droppaði ekki inn eins og sagt Já, því hún upplýði sig svona eins og gest. Já. En nú verði ég að segja eitt, ég veit að svona alltaf þegar maður er að gera svona grófar eins og andstæður eða erkitýpur eða svoleiðis, þá eru þetta alltaf mótsagnir sem koma upp en sko eitt sem ég skil ekki alveg, eins og Norðurþingeyingar eru einmitt svolítið þekktir fyrir, eða ekki bara Norðurþingeyingar, líklega bara Þingeyingar, eða ekki fyrir þessi lestrafjölu og þess að svona háa bændur náðu tóllu flugi svona ég menta sjálf sig og með tónlist og svoleiðis þá eins og þú lýsir því þá virðast þetta vera svona keltnesk áhrif nákvæmlega og ég hef svo oft og í sambandi við ferðamennina mína að þá voru svona vissi hlutir sem kom upp hjá mér og maður hafði nú alltaf heyrt að blessaðir húnvetningarnir væru sagnfræðingar, sauðaþjófar og málaferðamenn en ég tók alltaf fram að ég þekkti þá mjög lítið og gæti þess vegna ekkert sagt þá sjálf. Hins vegar hafði ég þekkt nóg af Skagfirðingum til að sjá að Vín, kvenna og söngvamenn, það er að segja Ítalir Íslands væru Skagfirðingar og ég vona ég móð ekki engan með að segja það. Og svo náttúrulega, ég myndi að segja Eyjafjörðurinn væri að hluta til mjög norskur, allavega fram Eyjafjörðurinn, þar sem allt spikk and span, hver lógastór blettur ræktaður og engin prakkaralæti í fólkinu, þetta svona, grúndigt og alvarlegt fólk. Skagafjörðurinn, ég held að maður verði að segja að Skagfirðingar séu mjög skemmtilegir. Já, það er svona viss léttleiki og þeir fyrir mér eru alveg rosalega miklu keltar sko. En það kemur nú ljós, skilst mér að það var góður stulkur af staðaheitum hjá þeim af keltneskum stofni, ef ég maður rétt. Já, því Þorleifur hefur rannsakað svona örnefni og staðarheiti í svona upprunan í keltneskri tungu. Já. Og maður sér alltaf hann að söng hjá þeim, sko, við minn góður og það er óperusöngkona frá Úkraínu á Hofsósi, búin að búa þar í einhvern tíma og það var viðtal við henni í útvarpinu og hún var spurð hvað hún væri yfirleitt að gera á daginn. Hún sagðist vera að raddþjálfa og þá var hún spurð að því hvað hún væri, hvort hún hefði nóg að gera við raddþjálfun og þá sagði hún þegar maður býr í byggðarlagi þar sem eru 4.000 manns og þar af 3.000 syngjandi þar er nóg að gera við raddþjálfun. Já, það er svona viss skaplindi hjá þeim. Syngjandi og bara skaplindi. Skemmtilegt. Mér er oft fundið Svarfaðardalurinn til dæmis svona, hvað var þar, skaplindi vera jafnvel líkari Skagafirðinum heldur en minnst þú veist fram Eyjafirðinum. Já, svona viss léttleiki yfir liðinu og svona sköpun. Listræn sköpun. En þú ert komin á Þingeyjarsýslunum, er það ekki? En nú er ég komin í Þingeyjarsýslunar og þar segir þeim ég byrjaði nú alltaf í væðla og segja nú væri við að fara inn í stærsta pólitíska umræðasvæði Íslands það sem eins og í Texas í Bandaríkjunum allt væri the biggest and the best. Nú, já. Þeir fóru nú fljótt að gruna með græsku eftir því sem ég hélt áfram og benti þeim á að þar væri stærsti og vastmesti foss Evrópu og aristokratiskasta laxveiði á norðan Alpa og sunnan Alpa væri náttúrulega engar laxveiði á þannig að þá sagði þeir það og þarna væru bændur sem ættu jarðir stærri en sjálft stórhertogadæmi Luxemburg í Evrópu og ég man ekki hvað ég taldi upp. Jú, og að flatamáli var
þetta pólitíska umræðasvæði náttúrulega stærri en Ísrael og það fór ég nú ekki fólksfjöldan því að hann var náttúrulega svo lítill að það var alltaf ekki neitt og margir sem heita Aðal og margir Aðaldalir já, allt með Aðal mikið Aðal bláberjum kannski já. Flósi var búin að kortleggja þetta alls saman Flósi Ólafs mann ég var og Aðaldalur og Aðalbláber og svo framvegis já og sem sagt allt mögulegt svona og þarna hefði fólk verið að bæði læst og skrifandi þegar að meðan annar staðar á landinu fólk bara át bókfellega því að vissi ekki hvað það var og í sinni stóru neyð jafnvel át það og það var náttúrulega mismunandi eftir hópum hvernig maður sagði frá, maður var nú ekki alltaf jafn grallarilegur í því hvernig en maður var með góða prakkara í bílnum og sem höfðu húmor. En þarna þá lét maður ýmislegt hvína en þess að milli fór maður nú varlega. En allavega svo kemur að þessu með af hverju Þingeyingar voru svona félagslega þróaðir. Því það voru þeir sannarlega. Og ég á ekki með eina skýring á því og hún alveg án gríns og hún bara hreinlega svo að við sjáum að leiðtogi heiðina á Íslandi þegar við tökum kristni og við Þorgeir ljósvetningagóða, hann kemur að þessu svæði og það má ætla að Þingeyingar upp til hópa hafi verið minna kristnir í sjálfu sér heldur en undir Eyjafjöllum. Þar fann maður svo hvað kristni var fólkinu í merg einhvern veginn gengin, sko. En aftur á móti fannst mér alltaf fyrir norðan að þar nefnilega þar gilti það bara að Guð hjálpar þeim sem hjálpar sig sjálfur, sko. Harðræðið hafði verið svo mikið í veðráttu og öðru að það var ekkert elsku mamma og eitthvað að hrópa og Guð, þú varðst bara að gera eitthvað í málunum sjálfur. Já, og saman, þess að þar kemur þá samfélagslega hjálpir, þú leitar kannski ekki til Guðs heldur leitar bara til nágranna þess. Já, og þú verður að samhæfa kraft ykkar til að takast á við aðsteðjandi erfiðleika. Og ég held að við höfum aldrei verið almennilega aldrei sett traust okkar þarna á þessu landshorni á neitt annað en sjálf okkur því við sáum að það var ekkert sem bjargaði okkur ef ekki við sjálf. Ég segi svona að það hefur verið heiðnin sem bjargaði okkur. Já, en kaupfélagshefðin og svona þetta hvað heitir það svona skipulagið á samvinnu. Það ekki eitthvað upprunnið þarna úr? Já, það var þetta byrjaði allt þarna á þessu svæði, sko. Já, en þú svaraði nú samt ekki hvort að þetta séu þá þarna ekki þegar ykkur blanda líklega af keltnesku og norrænu? Ég myndi segja það. Að það ekki bara skipulagið og sjálfsbjargar viðleitnin heldur líka söngurinn og fiðluspilið og mentunin. Nákvæmlega. Það virðist að vera einhver góður kokteill þarna góð blanda þarna á ferðinni. En kannski þá fleiri hafi komið úr keltnesku umhverfi eins og mamma þín. Kannski hafi verið fleiri svona útlendingar þarna. Það var nú greinilega talsvert. Þetta var bóknegt fólk að stórun hluta og ég sé til dæmis bara úr sveitinni minni, sko, þarna voru þau með dagblöð sem gengum sveitina og skrifuðu í og það var ótrúlega hátt menningastig á fólkinu þarna. En Ragnar Sigrún Sveinsdóttir, nú man ég eftir að hafa hitt í París og þú leiddir okkur þarna háskólalóðin og latínukverfið og ég hafði nú verið aðeins í París þetta einhvern veginn alveg lukust upp fyrir mér, sko, heilu vittirnar þegar þú varst að segja okkur þetta frá og setja í samhengi og maður veldur, sko, fyrir sér, af hverju ert þú ekki búin að skrifa bók og bækur? Ég hef nú bara ekki haft aðstæðu til þess hreinlega. Nei, en þetta þá kannski þetta keltneska, þú ert öll í þessu munlu, þú ert náttúrulega alltaf að kenna og leiðsegja og ert tilbúin að koma hingað til okkar og tala og þannig að þú ert ekki nógu svona, þú þarft að efla í þér þarna
norræna arkívistan til þess að fara að skrá þetta bókferð. Já, það er nú það sem ég hef alltaf sagt að það voru norrænu genið sem fengu keltan til að skrifa allt niður, segi ég stundum, þetta praktíska. Ég veit svo sem keltar voru nú alltaf að skrifa eftir þeir urðu kristnir, sko. Og þeir urðu kristnir, sko, þetta er þriðja þjóð í veröldunum sem verður kristin, tekur kristin sem þjóðartrú, sko. Það er fyrir árið 500. En þú varst mikið safna bókum og stór hluti þeirra, eða svona, allavega tölvur hluti þeirra er þessa keltnesku menningu. Allavega, ég var að brosa daginn, ég var eitthvað að taka til hjá mér og aðlega reyna að komast lengur áfram fyrir í litlu íbúðinu minni og þá sá ég, bara gat ég ekki annað að skellt upp úr þegar ég sá allt magnið sem ég var með af keltneskum bókum. Þetta eru 20 kílóa örugglega, sko, það er bara, þau safnast upp. Bara alveg frá 20, sko, ég er módel 45. Alveg frá 20 hef ég lesið allt sem ég hef náð í kelta, sko. Þannig að... Og hvernig manstu eftir því hvaða var sem kveikti þetta áhuga á svona og hvaða var sem að... Náttúrulega, í byrjun bara strax var eitthvað allt öðruvísi, allt undir Eyjafjöllunum heldur en fyrir norðan, sko. Það var þessi straumamót sem ég ólst upp á einhvern veginn. Já, en ég meina ég hef nú heyrt... Svo var ég út í Kaliforníu í skóla 1 ár. Og þá var ég á heimili, þar sem að fjölskyldan, hjónin, voru fræg fyrir hvað þau voru skemmtileg og þau voru einmitt mjög meðvituð þann hluta af sínu genabúskap sem hafði með kelta að gera og komu mér á sporið með mjög margt þar. Og upp frá því, sko, og hann er ég 20 þegar ég er úti í Kaliforníu og þannig að upp frá því þá, bara hef ég allt sem ég hef fundið, hef ég lesið. Já. En þú ert ekki, sko, svona hefðbundin fjölskyldumanneskja, sko, þú ert raunverulega svona flækingsgenið er sterkar í þér, er það ekki? Er það kannski einhvers konar andstæða við þetta kjarnafjölskylduformið, er þetta svona... Ég er með einhver stjörnusamstilli, sagði Gunnlaugur stjörnuspekingu mér á sínum tíma, sem ég gera það verkum að ég og mjög óvenjulegt sagði og mjög sterkt, ég man ekki hvernig það kom inn í miðhiminn eða hvernig ósköpunum það tengdist hjá mér en allavega var það þannig að ég var hreinlega fædd til þess að tilheyra 2 menningarheimum og myndi aldrei gera neitt að fullu viti í tilverunni nema að sinna þeim þætti að deila á menningu á milli 2 menningarheima og spurði mig hvort ég hefði gert eitthvað í því og þá sagði ég bara við hann já, ég bý út í Frakklandi á veturna og er að læra frönsk málvísindi og franska bókmenntir kenna íslensku, svo kem ég heim á sömurinn og sinni frökkum með öðrum, sko, það var ekki bara Frakka sem maður var með og og var sem sagt þegar kom inn í gang með þetta en ég man að ég var að kenna í einum gagnfræðaskóla áður en ég fór út og það kendi ég með sóknarprestunum þýsku, vorum 2 að kenna þýsku hann hafði þessi gríðarlega áhyggjur af því að ég lifði svo skemmtilegu lífi að ég myndi aldrei fást til að gifta mig og ég þvældi hann þvílíkt fram og aftur því hvernig það væri að maður lifði skemmtilegu lífi að maður ætti að fara í hjónaband því að það væri hættulegt og maður myndi festast í svo skemmtilega lífi þýtti að hjónabandi væri ekki mjög spennandi en þá bara það nú af sér með ýmsu móti. Nei, það er bara, ég hef greinilega verið skynjað tíðarandan, sko, það er svo margir núna segir sem hugsa eins og ég gerði á mínum tíma. Og... Þú vilt vera frjáls, þú verður ekki vilja vera bóndakona fyrir norðan eða... Nei, það var ekki inn í myndinni á mér, sko. Ég vissi alveg frá byrjun, frá því ég var pínu lítil, sko, að ég myndi þurfa að fara voða langt að heiman. Mamma skynjaði það líka mjög sterkt hjá mér. Og ég var send, sko, til Akureyrar alein með frænda sem ég þekkti lítið sem ekkert þá. 5 ára gömul. Það er mín fyrsta ferð út í heim. Og þar byrjaði ég í menntaskólanum Akureyrar á 3-hjóli á göngunum. Já, þá var amma alltaf hjá Þórarni föðurbróður og
og mamma byrjaði á að senda mig strax í burtu til að venja mig við það hreinlega að fara í burtu og fara langt, sko. Já. Og ég var alveg alin upp í því. Hún skynjaði þetta mjög sterkt hjá mér. Skrítið þegar maður hugsar það. Já, og þannig að hún hefur stutt þig til náms og stutt þig til svona ferðalega. Þannig hún leyfði manni svo bara að sjá afganginn, sko. Já. En pabbiðin, hafði hann skilning á þessu svona lærdómsfussa flökku eðli? Ég veit ekki hvað, hann sagði nú alltaf við mig, kallaði mig alltaf löggu sína, af því hann hafði átt svo erfitt með að segja þegar hann var strákur. Já. Og kallaði mig löggu og sagði, hún seigúnlaga mín. Og ég veit ekki hvað, hann let þetta afskiptalaust, sko. Af því líka ég var það skildurækin, ég var alltaf að koma heim og ég náttúrulega kom heim á hverju hausti, menna pappi og mamma bjuggu ennþá fyrir norðan, kom ég á hverju hausti í gönguna hjá þeim og synti fjölskyldunni mjög mikið allan tíma sem ég var úti í Frakklandi. Já. Þannig að... En þú ferð, hvað ertu gömul þegar þú ferð síðan til Frakklands? Ég var orðin 27 ára. Og það sko, ég var reyndar sem krakki var ég lengi með berkla og í endalausum meðferðum og hann alltaf gerði það að verkum og það var berklar í innkirtlum, ég fann aldrei til en ég var alveg rosalega slöpp og svona, hvað maður að segja, orkulítil og þar hafði ekki fært með mjög lágan blóðþrýsting sem ég enn með, mjög lágan, skilst mér og ég bara að finna líka sjálf að ég svona gat ekki beitt mér eins og jafnaldra mínir. En ég var alltaf mjög heppin með það að ég átti mjög góða vini og alla vini mína á ég ennþá einhvern veginn. Það var alla vinur sem hefur dottið út í mínu lífi. Eins og ég átti ofta til lítið sameiginlegt með því sem þeir voru að takast á við og ég sjálf var að hella mér út í. Og það var alveg tilfellið að marga vinkonur mína áttu nú eiginlega ekki alveg orðið við hvað ég var að gera á tímabili, sko. En þær eru allar búin að fyrirgefa með það og skilja það núna. En núna erum við nú verið að sýna þarna þættu Vigdísi, Finnbogadóttur, og hún fer til Frakklands líka, hún er eldri en þú, töluvert, og sko... Var hún til dæmis fyrirmynd eða kannski ekki orðin þá eða voru einhverja konur svona sem þú horfðir til sem hafðu farið sína leið og... Ef einhver kona þess, það er alls ekki Vigdís, ég hafði mjög lítil kynni af henni. Það var kannski kona föðurbróður míns sem var nú næstum að segja bara hinn mamman mín. Konan hans Þóra Esbjörnssonar, skólameistara, og Margrét Eiríksdóttir, konsertpíanisti frá Royal Academy of Music. Já. Hún náttúrulega fór út í veröld og var þar öll stríðsárin meira og minna og var alltaf maður var að vaska upp og svoleiðis með Margréti þá var hún að segja manni sögur af því hvernig lífið hafði gengið fyrir sig á námsárum sínum og þá sá maður bara hvað þetta var eðlilegt. Að ef maður langaði til að læra og ætti þess kost fjárhagslega að þá ætti maður bara að gera það. Og í því tilliti minnst, þú veist, tel ég mig ekki vera smáborgara þannig, þú veist, að ég þurfi að hafa allt eins og allir hinir. Að því að vinkona mín ættu börn, þá ég að eiga börn og að því að vinkonu mín væri með einhverja menn, að þá þurfti ég vera með einhvern mann og svo framvegis. Svoleiðis smáborgar hugsunarháttur að minnst, þú veist, hefur aldrei bara komið inn í hausinn á mér einhvern veginn, sko. Þannig að þú fer svona frjálsmanneskja bara til Frakklands til þess að og ferð, hvert fórstu í nám? Ég fór bara til Parísar. Fyrst til Aix-en-Provence í Suður-Frakklandi. Var þar fyrsta sumarið mitt og svo eftir það var ég bara niður í Latínukverfi. Já. Svo til allan tíman, já. En byrju Latínukverfi, varstu þá ekki bara í Sorbonne? Jú. Ég var í Nýja Sorbonne, jú. Og bjó bara á stúdendagarði svo til allan tíman og var ekki nema innan við 5 mínútur að koma mér niður af 5. hæð þar sem ég bjó og niður í deildina mín og hún var alveg við hliðina, sko. Þú lærir þarna, hvað segirðu, málvísindi og...
bókmyndir og málvísindi númer 1, 2 og 3. Já, ég var náttúrulega aðeins í listasögu fyrst af því að ég hafði verið í henni út í Kaliforníu en svo hætti ég því fljótlega og kýldi á hitt. En hafið þið ekki svona, hafið þið ekki huga á að fara til þess að verða sko, já þú vannst upp í háskóla en verða svona eins og akademikar og stundar rannsókn? Sko þá þarf það, ég hefði þurft að náði ég að ljúka við doktoratið mitt en það voru bara þannig aðstæður í fjölskyldunum minni að það var ekkert inn í myndinni. Nei. Þannig að byrjaði á doktor. Já. Og hvað varst að skrifa? Ég var að skrifa hvernig íslenskan eiginlega staðnaði hvað hvers vegna íslenska var svona gamalt mál að við gætum lesið og skilið það sem skrifað var á 12. og 13. öld auðveldlega og til dæmis frakkar gætu skilið lesið og skilja af því sem skrifað var hjá þeim á 17. og 18. öld og 500 árum yngra tungumál allt í einu hérna. Hvað hafði orðið til þess að þetta var svona og svo jafnframt að athuga hver væri staða á hvað sem tökuorðum í íslensku. Þetta er spennandi rannsókn. Og varstu búin að finna út hver var ástæða fyrir stöðnuninni? Já, það voru margar. Já, ég var búin að finna margar ástæði fyrir því. Já. Það er mjög áhugavert dæmi, mjög. Var þetta svolítið erfitt að þurfa eiginlega svona rjúfa þetta ferli einhvern veginn og fara tilbaka áður en þú kláraðir? Þú þurftir að hverfa frá náminu? Já, þú meinar að ljúka við doktoratið. Já, það bara koma sjálf sér, það var aldrei spurning það, sko, við þar aðstæðu sem ég þá var í. En það var bara, þú veist, ég var með 3, hvorki meini minna þarna á tímabili einhver ár, 3 í mínum alinnsta hring upp á líf og döð. Þannig að þú ferð bara eins og í hjúkrunar. Þú sest ekki einhverja rannsóknir við svoleiðis aðstæður. Það er alveg útilokkað. Alveg útilokkað. En það var líka bara, þá fór ég bara í túrismann og það var mjög skemmtilegt að fara út í vetrar túrismann. Því að ég þekkti hann mjög lítið og hann gat oft verið mjög skemmtilegur. Að vera komin upp í Langjökull bara allt í einu og með kannski fleiri tugi af einhverjum stjórnendum frá IBA, hvað heitir ekki, IBM, einhverjum vélum var í einu sinni, hvernig var þetta saman? IBM tölvufyrirtæki. Já, valstarað úr veröldinni og þetta voru undir stjórnendur eða þeir sem koma eftir forstjórunum og þetta var einhver þing sem haldið var hér á Íslandi til þess að hrista þá saman og fá þá til að kynnast og vera svo allt í komin bara upp í hérna Skarfanes eða hvað þetta heitir þarna upp í Langjökli það sem voru með bækistöðvarnar og setja það náttúrulega alla í bara einhvern geimfarabúning og síðan á snjósleða og síðan í reiptog og í kapp að renna sér niður á dekkjum og slöngum og barnasleðum og allt í kapp sko og kút veltast í snjónum. Það gæti verið mjög bæði spaugilegt en mjög skemmtilegt og maður sá hvað þetta var magnað til þess að fá fólk til að slappa af gagnvart hvert öðru. Já, að verða bara 7 ára aftur við það að leika sér. Já. Og svo voru þeir oft búinir að gera buffi, bara hlaðborð í snjóinn, í ísinn og bara ægilega fínt matur sem var framreitur oft í þessum metraferðum. Ég held þeir hafi nú borðað á Gullfossi þarna, þeir voru sem flestir þarna upp í jökli en í smærri hópum þá var gjarnan bara matur og ægilega fínt og gæti fyrir alveg rosalega gaman og hérna. Og varst þú að þróa svona þetta leiðsöguform dálítið bara? Já, þá var þetta að byrja, þessi tegund af vetrartúrisma hjá okkur. Og ég held að hafi gefist yfirleitt mjög vel, fólki finnst mjög gaman að þessu sko. Og þeir eru með náttúrulega alls konar tricks, keyra mann og bólakafi í einhverja skafla og
eru með þú veist, taka lofti úr dekkjónum og komast þar leiðandi í gegnum ótrúlegustu hluti og Mér langar nú til þess að spyrja það aðeins aftur París, því að þú fer náttúrulega aftur til Parísar en ég verði að skjóti neitt spurningu þú ert með þess að 2 heima og 2 tíma sín sem sagt ferðamennskan þá og nú finnst þér ekki ansi margt hafa breyst? Það hefur margt breyst og ég myndi segja til hins betra. Þetta var náttúrulega, Ísland var stundum eins og, hvað hann bara að segja, eins og óbarinn harðfiskur. Þú gast hvergi fengið bita út úr honum því að það var svo, landið var svo óunnið. Og svo margt sem við áttum eftir að læra. Og minn góður, hvernig var þetta upp í Borgarfirðinum þegar við ætlum aldrei að finna einhvern uppsveita veg og við erum á sein í mat á Bifröst, það var eitthvað með þvera á hlíðina og þegar að konan á Bifröst og maður kemur inn á Bifröst 20 mínútum og seint með hóp og maður skammaður og hvað þetta og ég segi bara við ætlum aldrei að finna afleggjaran og hvað það veit allir að hann hjá Lóma tjörninu minn hún hafi sagt Lóma tjörn sko býtum við það var engin tjörn þar sem við fundum nei það veit það allir að þegar það kemur fram í ágúst þá hverfu tjörnin en ég meina hverju voru þessir allir það voru auðvitað þeir sem byggu á svæðinu fólk átti svo erfitt með að setja sig í spór þeirra sem komu utan á og hefðu enga þekkingu á viðkomandi svæðum. Mjög erfið tilfelli voru uppsveitir Árnessýslu og uppsveitir Borgarfjarðar í þessu tilliti því að svo voru veginn nánast hvergi merktir þegar við vorum að byrja í þessu. Og stundum var maður bara að bjarga sér með því að segja bara strax í upphæði ferðar við erum mjög vanþróað ferðamannaland og erum að fikra okkur áfram. Eina sem við getum gert að reyna að skapa ykkur einhver skilyrði og yfirleitt alls ekki þau bestu til þess að geta samt heimsótt landið okkar. Fólki var náttúrulega sett bara inn í heimavistarnar og hér á skólunum það sem voru bæði stuttrúmin og bíluðrúm og ónýta dínur og eitt og annað og sameili vaskar fram á gangi og svo framvegis. Þannig að núna hefur þetta allt breyst. Þetta hefur mikið breyst. En það er náttúrulega líka kannski svolítið ekki pínulítið kannski pínulítið einhæfni eða hvað svona svolítið mikil fjölda ferðamennska á ákveðnum svæðum sem mæðir á eða hvað? Jú, það er náttúrulega eins og til dæmis hræðilegt bæði fyrir norðan og hérna við Gullfoss og Geysi og Goðafoss og Mývatnssveit og allt það fyrir norðan þegar skemmtiferðaskipin koma. Þau eru voðalegi nýðingar á þessum svæðum. Skemmtiferðaskipin, bara því miður að segja. Og mengandi náttúrulega. Já, og þetta verður svo yfirþyrmandi fjöldi að maður ræður þið til og með ekki fyrir Gullfoss oft. Bara, maður veiði ekkert hvort maður var á leiðinni niður af fossunum eða upp frá fossunu því að maður bara varð að berast með straumnum. Maður var bara eins og í tunnu, sko, síld í tunnu. Og þá það náttúrulega orðið yfirgengilegt, sérstaklega fyrir hvað maður að segja, aðra sem koma þarna í sakleysi sín á svæðið. Á sama tíma þá dáist ég alltaf að þeim sem að koma með skemmtiferðaskipum vegna þess að þetta svo oft fólk sem hefur ekki átt þess kost að skoða heiminn eiginlega neitt og að splæsa á sig að ýmsum tilefnum ef maður fer að tala við fólkið að fá nú aðeins að komast út í veröldina og að svona hvað maður að segja þetta er mjög oft fólks nú á dögum þeir sem skemmtiferðaskipunum hefur mér sýnst og það er fólk sem hefur ekki ferðast mikið það finnst mjög mikið af austurþjóðverum hefur verið í rútum sem ég hef og allra síðustu rútunum sem ég var í það voru bara magnuð til austurþjóðverar og maður andeim þess svo að aðeins að komast og vera sig og allt saman það þannig að það er ekki við þá að saka ég er ekki á móti því að fólki fá að ferðast en að hella þessu öllu á sama tíma yfir svæðin er svakalegt sko. En þegar þú minnist nú á þarna
gestgjafana íslensku sem að get ekki alveg sett sér í spór utanakomandi. Hvernig var nú fyrir þig að koma til Frakklands? Því nú Frakkar eru náttúrulega mjög vanar að taka á móti gestum en manni finnst stundum að þeir eru svolítið erfitt með að þeir hafa í gegnum tíðina átt mjög erfitt með það og oft verið rosalega vannstiltir við þá sem að koma utan að og gátu ekki tjáð sig almennilega, minn góður gátu tekið upp á ýmsu skrifstofunum niður í deildinni minni ef þú komst og varst með hreim að þá bara sögður að það sem maður var að spyrja og að reyna að fá afgreitt hjá þeim að það væri hinum einn í latinu hverfinu bara til að losna við mann og maður var ekki fyrr komin hinum einn í latinu hverfi en manni var bent á það sem maður hafði verið að biðja var allt í einhverju hillu á bakvið þann sem hafði sendt mann út sko. Þetta var allt svona og það var, mér var svo gaman að það er tvennt sem ég hef tekið eftir Montreal og Toronto sýnist mér alveg gríðarlega ólíkar borgir og ég hef átt þess kost að koma þar miðjan vetur í gráum hversdagsleika í hvora borg fyrir sig og þá sér maður hvað Montreal rosalega frönsk og Toronto rosalega engilsaksnesk og engilsaksnesk í merkingunni það var allt svo praktist og myndalegt og pottþétt en ekki með þennan hlýja bríma og sjarma sem Montreal hafði og svo eitt sem var Kalifornía alveg ótrúlega engilsaksnesk, hún svo praktísk ég held ég að vera að segja við í gær hvernig þegar maður kom til Kaliforníu og ef maður fekk sér eitthvað nammi eða skyndibit eða eitthvað, maður var aldrei fyrr komin með eitthvað í lóan á sér til að neita en maður var búin að opna það og það var alveg fyrirhafnalaust án þess að taka eftir í hvernig maður opnaði það en þegar maður kom til Frakklands að þá byrjuðu slagsmál við að komast í innihaldi yfirleitt í því sem þú varst að fá þig, hvort það var jógúrt eða maður veit hvað, að það var svo mikið fyrirhöfn alltaf og það sagði ég það var keltneska menningin í Frakklandi flækjustig og svona praktísk atriði skilin út undan og þetta kom líka fram í því þegar ég var í jafnstóri deild út í Kaliforníu og ég var þannig í Latínukvernum það voru rúmlega 8.000 nefnendur í skólanum mínum út í Kaliforníu og sama rúmlega 8.000 fyrir í skólanum mínum í París og það tók 1,5 sólarhring að innrita mann úti í Kaliforníu alveg rosalega vel skipulagt bara eitthvað íþróttahús undir þetta allt saman og 1,5 sólarhringur og þetta var komið í gegn en þetta tók lágmark 3 vikur í deildinni minn út í París það leiði við fólki í byrðunum og það var með börnin sín þarna í þessum vonleysisbyrðum rakið til og frá að milli skrifstofan í Latínukverfi eins og ég segi ég var reikinn oftar en einu sinni út bara til að losna við að þurfi ekki að hlusta á hreiminn hjá mér þegar ég var að byrja sko ótrúlega dónaleg það geta verið svo trundulegi stóran hluta mínum náms tíma fannst mér vera einmitt í einhverjum svona praktískum biðröðum sækjum eitthvað sjúkratrygginganúmer og maður bara hafði alltaf með sér bara einhverju góða bók til að vera sko á biðstofinni maður var bara farin að hreiðra sig þarna á biðstofinni ég var stundum tók nú á þessum málum þau gáttu verið piðar og kaffihúsunum og allavega líka sko og þá tók ég mig á til og bendi fólki á sem að átti erfitt með að þóla hvað gáttu verið svona skítlegir það orðið yfir það svona nasti svona hvimleiðir við mann að bara þetta fólk búið að ferðast með lest í 1,5 tíma á þannig að kemur í vinnuna og annanis eftir að ferðast annanis tíma eftir vinnuna sína það ekki nefn vonað að sé stundum pyrrað út í okkur sem að
bara búum í hverfinu og lifum miklu þægilegra lífi sko. Já, og líka einmitt kannski sem Íslendingar þá áttum við okkur ekkert á einhverjum svona litlum reglum eins og að standa hægra megin í stígar með vinstra megin já, eða svona einhverjum svona, já, smá atriði, já. Íslendingar þvælast svolítið fyrir kannski. Já. Þannig að þótt að frakkar séu það með þetta keltneska element þá eru þeir líka óbúðslega einhvern hátt, það einhver svolítið kannski missefnuð blanda hjá þeim. Þeir eru svona reyna að vera svo skipulagðir og eru með alla þessa búrókrasíu sína. Þeir eru náttúrulega með sko latneska menningu. Já. Og hún er svo skipulögð. Það er sama hvort það er málfræðin eða í grunninn bara þeir hafa undirgengist 3 rómaniseringar getur maður sagt, latiniseringar. Það er náttúrulega kristnin og svo administra eða fyrst og mest stjórnskipulagi sem er fánu strax eftir Cæsar sko, síðan kristnin og svo kemur Napoleon og rekur alveg smiðsauki á þetta allt saman sko. Þannig að þetta er bæði mjög svona, já, skipulagt og gríðarlegt skipulagt og einhvern hátt samt hvað er það? Ólgandi óreiða. Já, líka eitthvað. Eða svona eitthvað í því sem virkar ekki. Segja það, en hvenær fannst þér þú verða svona svo samþykkt? Eða skilur, fannst þér fyrir því að þú... Já, það er sko, ég segi stundum París, andstætt London segjum. London hefur verið sagt að sé eins og gamall a nice old shoe into which everybody's feet fits in. Gamall inniskór. Já, bara eins og gamall og góður inniskór sem allir passa í. Og fyrir mér var London alltaf mjög svona karlæg, hún var mjög maskulín eða karlæg og mjög þolinmóð. En París var eins og kvenvera, stygg, háborgaraleg dama sem þoldi ekki aðra hætti en sína eigin á sínu heimili. Og gat verið mjög ströng og stífiði í byrjun. Mjög margir þoldi ekki París og komu sér bara í burtu sko. Það er að segja hún bara rak þá í burtu með sínu það voru bara þættir sem mjög margir Íslendingar til dæmis gátu bara ekki tekið tók ég oft eftir og ég sá alltaf mjög fljótt hver ég myndi halda París út og hver ekki það var bara mjög sko eitt er víst að hún lét ekki segja sér fyrir verkum ef þú tókst tillit til þeirra siða sem hún krafðist að maður tæki tillit til þá endaði með að verða mjög góð við mann alveg sérstaklega og ég fann það svo síðustu ári mín hvað hann var orðin góð við mig í París já. En það hefur ekki svo er hún skipulöð í spíral það er nú svolítið merkilegt skipulöð en samt einhvern veginn svona lífrænt sko það er lífrænt en skipulöð það er þessi spíral er mjög keltneskur ég veit nú ekki hvort að maður má heimfara allt þannig en líka við það er skemmtilegt að slá því fram hvort, það er allavega spíralar eru gegnum gangandi í listsköpun þeirra munstrónu þeirra en mjög mikið af þeim sko En þú hefur ekki hugsað bara með þér að setjast að í París þá og eða sko það er eins og hún Högna mér sagði hún þyngdi mig og sagði Ragnar ég ætla bara að tala svolítið alvarlega við þig núna sko nú stend ég frammi fyrir því sagðan að ég mun hugsanlega erfitt með að fara heim í lífslokin sagði hún já. Að því er með 2 dætur mína hérna en ef þú átt þess kost að koma þér heim áður en það verður á seint komdu þér strax vegna þess að eftir því sem að lengra líður verður erfiðara fyrir mann að fara heim og sama tíma erfiðara þegar að því kemur í lífslokin að vera ekki í sínu umhverfi hún sagði hún hefði fundið svo mikið fyrir því þegar á lífið leið hjá henni hvað hún átti smátt og smátt í raun og veru fátt sameiginlegt bara með samstarfsmönnum sínum sem hún vann með alla daga hvenar þeir hlóu og hver var þeirra húmor og lífsskynjun svona grunn skynjuna tilverunni það var eitthvað allt annað en mitt sá hún og hún sagði sko það fyrir því að fara heim núna það er það erfiðasta ég veit það
ákvörðun fyrir þig að taka, það er það erfiðasta, en það verður ennþá erfiðara ef þú átt að horfast í augu við það að enda hérna og anspænis því stend ég saman og mér þykir það vænt þig og vil þig vel fyrst að þú getur komið þér heim áður en það verður of seint. Hún talaði mjög alvarlega og hlýtti mér yfir sko og ég sá að þetta var alveg rétt hjá henni. Já. Þannig að þú varst búin að vera, hvað varstu búin að vera svona í mörg ár samfleytt? 12 ári. Já. Það er alveg dágóður tími. Það er dágóður tími, já. Og þú búið í mörgum hverfum mismunandi eða hvað eða? Já, aðalega hef ég búið í mörgum mismunandi hverfum eftir að ég flutti heim því að vinir, vegna þess að ég bjó á Stúdentagarði, þá kynntist ég svo mörgum yndislegum frökkum og á ævilanga vini mjög marga af Stúdentagarðinu mínum og við höldum saman, ég var einmitt að tala við eina vinkona mína frá þeim tíma lengi, 1,5 klukkutíma í símanum í gær og mamma sagði og hérna þetta þarna á svo þegar þeir voru þessir vinnir manns lukun á mig eins og maður sjálfur og dreifðust í hinn ótrúlegustu störf og yfirleitt mjög góð störf margir í flottum stöðum í franska stjórnkerfinu og þar lendi byggu oft voða skemmtilega og búa enn og þar með fékk ég að prófa alls konar hverfi og geri enn sko því að ég hef náttúrulega úr ýmsa móða þegar ég kem út en gaman, já, það er þannig sem ég hefur raunverulega kynst París ekki minnst nákvæmlega á þessu hverfin er svo ólík sko en þú, svona, maður heyri það alltaf á þér að þú metur vináttuna mikil og þú svona ræktar vináttu og má segja ræktarsamur vinur Já, ég myndi halda það, ég held að sjálf hægt að segja það um mig en já, það er mjög mikilvægt held ég sko að vera klár á sinni rót og standa með sínum sko nú á ég marga veika vini sko og mikil tími fer í bara að sinna þeim sko tala við þá fara til þeirra og sinna bara ýmsu fyrir þá sko og mér finnst það skipta mjög miklu máli það, já fjölskylda og vinir, þetta eru svona vinir eru svona önnur fjölskylda frumskyldur sem maður hefur, finnst mér sko já, og svo eru það smáfuglarnir náttúrulega og svo eru smáfuglarnir í garðinu já eigum við að hvert eigum við að fara núna eigum við að fá okkur frímínútu kaffi eða eigum við að fara út að ganga já bara whatever ég nú hérna í jólaskónu mínu sem ég þarf að mista út að skipta skó ef ég á að fara út þeir eru mjög Parísar dömulegir það segjum það já, þannig að þú hefur rauðir skór en þú ferðast ekki bara Frakland eða þetta ferð til Parísar þú ert ennþá að ferðast heiminn er það ekki Jú, svona, já eitthvað ger ég af því já ég hef lítið skoða heiminn nema alveg upp á síðkastið án þess að vera bara að vinna við það sjálf sko og var einhver sem rópaði upp daginn og sagði hvað hefur verið í Egyptalandi ég sagði ég var náttúrulega bara að vinna þar sko maður átti enga peninga til að vera að skoða heiminn sjálfur og ég er með ónýta glugga hjá mér ennþá vegna þess að ég splæsti ferða mig til Nýja-Sjálands það var orðið svo erfitt vegna þess að ég var með svo mikið að ferðamönnum sem höfðu þegar heimsótt Nýja-Sjáland án þeir komu til Íslands og voru endalaust að vitna í Nýja-Sjáland svo þetta var orðið bara algjör krafa hjá mér að fá að skoða það land og ég dreif í því og hvernig leist þér á? Það er alveg ótrúlega fagurt land það er eiginlega engin orð yfir hugmyndaflugið í landslæginu þar sko það er bæði svo margbreytilegt varðandi hvað segir maður gróðurfar það tegir sig á suðurhvelinu svipað eins og eða lægi frá Normandí
og suður yfir allt Frakkland, Spán, niður yfir Gibraltar og inn í Marokkó. Sorry. Fyrirgefið. Já, að það sem sagt að það svo suður Nýja-Sjáland bara svo líkt loftslag og hjá okkur. Þannig að þú skilið einhver af hverju fólk var að bera saman. Já. Landslægið. En þjóðin voru einhverju keltar í Nýja-Sjálandi? Ég heldur betur því að uppistaðan í þjóðinni fyrir utan Márítana sem eru náttúrulega komið þangað fyrstir mannatalið að þá það skotar uppistaðan í þjóðinni og sagt að mismunum Áströlum og Nýsjálendingum stafi af því að Ástralir þeir eru svona hávaðasamari heldur en Nýsjálendingar og fer meira fyrir þeim að þessu komnir af írskum æringjum og ofstoppamönnum Ástralir en Nýsjálendingar af friðsömmum skoskum bændum. Og þeir komið þarna náttúrulega bara í kjölfar þess sem gerðist þegar að eftir innbyltinguna þegar að þeir ráku bara skotana út af litlu sjálfsþurftar búskaparjörðunum sínum og því að þeir vildu hafa hjarðir af sauðfé fyrir sinn ullar innað og verksmiðjur og þá voru þeir ekkert spurðir að því þeir voru bara reknir út af jörðunum sínum og flæmdust bara niður á skipsfjalir og skipin sildu annarkvortinn það sem nú Nova Scotia svona gróft sagt stórum hluta það sem þeir stofnuðu Nova Scotia á austurströnd Bandaríkjanna eða reyndar Kanada held ég að teljist nú til og þá hins vegar til Nýja-Sjálands. Sem svo við endur nú spjallið aðeins bara í keltorum aftur sem hérna dálítið óplæður akkur kannski íslensku rannsóknum þótt að séu nokkri svona sem hafa áhuga og sýndi áhuga á synti en ekki talað hver tengingin við sem kallast papana það ekki, það eru írskir munkar, já. Þeir eru þá írskir, það ekki sem sagt keltar. Já, jú, það myndi hafa verið það, við fljótum bara að segja Já. Það verið keltar frá Írlandi og það var nú einhver keltneskur rithöfundur sem sagði að Írar hefðu fylgst af slíkum eldmóði trúar við það að taka kristna trú ekki bara kristnur alla miðju Evrópu því þeir voru með þeirra túlkun á þeirra grein af kristinni trú var alltaf írska kirkjan og hún tapaði svo endanlega fyrir rómönsku kirkjunni En hellarnir, til dæmis undir Eyjafjöllum og á Suðurlandi svona, mikið undir Eyjafjöllum verið þessi manngerðu hellar og sumir svona segja að þar hafi nú verið ekki bara svona nauðar bæli einhver heldur svona helgihald. Já, ég hugsa að það geti mjög vel passa ég get ekki haft neitt á móti því að þeir hafi geta einmitt grafið út að hluta til. Ég myndi halda að það hefði verið einhverja hólur í jarðveginu fyrir sem þeir hefðu svo lagað til fyrir sig. Og kannski líka felustæðir að því eins og þú segir keltar voru ekki góður að skipuleggja sig í stríð og gleymdu svolítið af hverju þeir voru í stríðinu. Já, til hvers þeir voru að slást. Og þannig að papar það passar þá eiginlega við þá kenninga að papar hafi svo bara hopað undan þessum norrænu vikingum sem að vissu alveg. Ég myndi halda það þeir, og einhver humoristi þannig keltneskur hafði þau orðum það að þeir hefðu ekki bara kristnað alla miðjuna af Evrópu, alla mið Evrópu heldur hefðu þeir verið eins og hvað saman að það hefði verið gerin af þeim eins og sjófuglum út allar eyjar og sker norður Atlantshafsins til þess að geta sinnt einlífi og íhugun. Já. Og þar með náttúrulega Ísland gæti hafa passað verið eitt af þessum skerjum sem þar var verið að skírskota til. Já. Hvaðan koma nöfnin þín? Ragna Sigrún?
Ragnar er nafn af móðurbróður mínum sem 19 ára gamall var skotinn niður með Dettifossi á milli Belfast á Írlandi og Suðureyja Skotlands. Og það var náttúrulega bara rétt á henni fættist, þannig að þess vegna fekk ég nú það að fyrranafni og svo það ömmurnar mínar, Sigríður og Guðrún. Já, sem að kemur Sigríður og Guðrún verður að Sigrún. Nú en fallegt. Já, það má segja það. En þú ert nú yfirleitt kölluð Ragnar Sveins. Já. En vilt gerða nota heiður ömmurnar? Já, ég vil svona, sína leta verðingu blessuðum þar að ég þetta báða skilið held ég. Já. Ragnar Sigrún Sveinsdóttir, kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu af Samstöðina í þessari fallegu rauðu peysu. Já, jólapeysuniskan. Hún er jólaleg og íslensk og frönsk og hún er svona yfir í og yndislega frænka mín sem ringdi mig í byrjun sumars og sagði Akka frænka, mér lengi langar til að sjá því rauðri peysu, má ég ekki prjóna handa þér eina? Og ég sagði bara auðvitað, já. Takk fyrir að koma og það er nú þannig með þig, maður langar til að einhvern veginn að spjalla alltaf miklu lengur og bara fara í langa siglingu. Þetta farið í keltneskan spíral allt saman hérna. Farið í spíral og við getum alveg vafið nokkra hringi viðbót. Kannski doblaðið einhvern mann til að koma og halda spíral snúningrum áfram. Snúa spíralnum við. Og svo getum við gana hvattir til að skrifa nú eitthvað af þessum pælingum niður í einhvers konar spíral fyrir okkur hinn að lesa virka yfir norrænu skjala eða meitla það í stein. Segjum það. Ég þakka hlustendum og áhörfundum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Laufeyju Líndal Ólafsdóttur tæknikonu með meiru þakka kærlega fyrir að flytja spjallið yfir til ykkar og framundan er meiri dagskrá hér á Samstöðinni helgina og svo byrjum við að ræða heimsmálin og landsmálin og samfélagið allt saman við rauðaborðið á mánudaginn og góða helgi. Takk. Segðu það á Samstöðinni.